Þjarkar eru orðnir hluti af okkar daglega lífi og líta sjaldnast út eins og við ímyndum okkur. Við eigum í samskiptum við þjarka mörgum sinnum á dag, yfirleitt án þess að leiða hugann að því. Umferðarljós stýra umferðinni, reykskynjarinn stöðugt á verði og hurðir opnast og lokast sjálfkrafa. Þjarki getur unnið mannsverk á miklu nákvæmari og skilvirkari hátt en maðurinn sjálfur. Og við erfiðari aðstæður þar sem manninum væri ómögulegt að starfa eins og til dæmis ofan í djúpum hellum eða á plánundinu Mars. Uppbygging þjarka má skipta upp í 3 meginhluta. Það skrokk, stýribúnað og hegðun. Fyrsti hluti skrokkurinn. Hann skelin sem hefur að bera allt það sem þjarkanum ætlað að gera. Annar hlutinn stýribúnaðurinn, en hann skiptist upp í 3. Fyrst það ílag sem kemur skilaboðum til þjarkans, til dæmis hreyfing, hljóð eða snerting. Svo það forrit, en það tekur á móti skilaboðum frá ílagi, greinir þau og bregst við með því að senda boð til frálagstækja. Frálagstæki eða frálag svo 3. hluti stýribúnaðar sem gerandinn í hegðun þjarkans, en það getur til dæmis verið skjár, hljóð, ljós eða afbrænt kerfi, svo sem eins og mótor, loftþrýstikerfi eða annað sem kalla fram einhvers konar hreyfingu. 3. hluti þjarkans hegðun. Hegðunin byggist á því hvernig skrokk og stýribúnaði ætlað að framkvæma verkefni sitt og bregðast við áreiti. Hér sjáum við þjark sem heitir Curiosity, sem staddur núna á reikistjörnunni Mars. NASA sendi Curiosity þangað til að leysa rannsóknarverkefni. Þessi þjarki og Mars-verkefni NASA algjört tækniafrek. Gaman að fylgjast með gangi mála á Mars rovervef NASA.